Þetta voru tveir erfiðustu vetur sem ég hef upplifað hér bara síðan ég kom hingað. Þetta var svo snjóþungt og þetta var svo mikið kuldi að stundum á milli vakta þá voru bara vélarnar alltaf ganga og trukkarnir voru alltaf látið ganga og það var bara einn maður hafður á vakt við að keyra þetta til skiptis. Sko, samgöngur voru náttúrulega mjög erfiðar að vetri til. Hér vorum við bara alveg langt inn í Afdal. Þeir kölluðu þetta stærsta frystihús í heimi á sínum tíma því að þarna alltaf norðaustan rok, sko. Í meira en hálfa öld hefur Reykjavík verið raflýst. Rafmagnið orðið svo sjálfsagður hluti af lífi Reykvíkinga og raunar nær allra landsmanna að okkur hættir til að gleyma þeim mikla þætti sem rafmagnsveiturnar eiga í daglegu lífi okkar allra nema þá helst eitthvað bilar eða reikningarnir koma. Þumalputtaregla varðandi íbúafjölda Reykjavíkur sú að á 20. öld að þá stóð íbúafjöldinn í tugum þúsunda í sömu tölu áratugurinn. Þannig að 1910 eru Reykvíkingar 10.000, 1920 20.000, 1930 30.000 og þar fram til götunum. Þannig að vöxturinn gríðarlega ör og eðli málsins samkvæmt að þá olli hann mjög miklu álagi á allt stóðkerfið, á innviðina, raforkukerfið þar með talið. Og aldrei var staðan verri en á árunum í kringum 1950. Sérstaklega í kringum hátíðarnar, þegar að öll lýsingin í hámarki, eldamennska, fjölskyldan sendi í bað og allar dælur hitaveitunar keyrðar á sama tíma og þá þurfti ítrekað að grípa til aðgerða eins og að skipta hverfum Reykjavíkur upp og skammta orku á einstökum tímum, fá húsmæðrakennara til þess að halda erindi í útvarpið og kenna húsmæðurum hvernig ætti að elda jólamatinn með sem svona orkusparnýtnustum hætti, til dæmis með því að sjóða kartöflurnar á Þorláksmessu og svo rétt skerpa á þeim það leyti sem að steikin var að fara á borðið. Það var föst regla því miður. Á gamlársdag þá sló og á aðfangadag jóla þá sló alltaf út rafmagninu í Reykjavík. Í upphafi 7. áratugarins þá var þessi tími mönnum enn í fersku minni. Þó að það stemdi ekki í sama orkuskort og verið hafði þarna í byrjun 7. áratugarins, þá var það orðið mjög aðkallandi þarna árin í aðdraganda Búrfellsvirkjunar að styrkja orkukerfið, að auka flutningsgetuna og fá meira varaafl. Þegar þessi ákvörðun var tekin að byggja Búrfell, þá voru eiginlega tvær meginleiðir sem komu til greina. Við þurftum að virkja fyrir okkar almenna markað á Íslandi og annarkvort var að fara leið margra smærra virkjana eða fara í eina stóra virkjun. Menn reiknuðu þetta fram og tilbaka og niðurstaða þeirra sem gerst þekkja var sú að það myndi borgar sig að fara í eina stóra virkjun. Það að segja ef kaupandi fengist strax að stórum hluta orkunar. Almenni markaðurinn byggist upp á mjög löngum tíma þannig að það var raunverulega ekkert viti því að fara í einhverja stóra virkjun bara fyrir almenna markaðinn. Og það hefði aldrei fengist lán til slíkra framkvæmda á alþjóðlegum mörkuðum. Og hér var eitt feiknarlega miklu í því að finna kaupanda og það var eiginlega á þessum tíma ekki hann að ræða en álbræðslur. Það var eini stór notandinn sem var eiginlega í myndinni og ofan á varð að það kom inn álbræðsla sem vildi kaupa orku hér og það var gerður samningur það og þá var hægt að fara á stað með virkjunina. Og það var raunverulega skilyrði Alþjóðabankans að slíkur samningur lægi fyrir áður en þeir samþykktu að veita lán í þessa framkvæmd. Til þess að Ísland fengi fjárveitingu í þessa virkjun þá var Alþjóðabankinn að ráða miklu það hver væri hönnuður. Og sá hönnur varð að hafa
þeirra samþykki fyrir því að geta staðið fyrir svona verkum. Og Harsa Engineering sem var í Chicago, þeir voru eitt af þeim fyrirtækjum sem hafði þessa viðurkenningu Alþjóðabankans og var ráðið hingað til þess að hanna þessa virkjun. Og á sama tíma var farið að undirbúa formlega stofnun nýs orkufyrirtækis. Reykjavíkurborg kom sterkt inn í þetta því hún var með Sogsvirkjanir á sínum snærum, en ríkið hefði þó smá saman eignast helming Sogsvirkjana ef ég man rétt. Og þær voru síðan felldar inn í þetta nýja fyrirtæki og stofnað fyrirtæki Landsvirkjun sem tók til starfa 1. júlí 1965. Kannski má segja að mesta sérstæða þessara virkjunar sem slíkrar að hún í jökulvatni og þegar að þessi virkjun ákveðin þá það í fyrsta sinn sem að jökulvatn virkjað til raforkuvinnslu í heiminum. Og því fylgdi ákveðin vandi því að það var ekki mikil og jafnvel engin reynsla ákaflega margar lausnir sem þurfti að útfæra. Erfiðasta dæmi í því var í sambandi við að fleyta ís í rennandi vatni. Því að ísflot í jökulvatni mikið vandamál því að hann svo fljótur að mynda stíflur. Og það voru þá starfsmenn í svokölluðum eftirlitsturni uppi við Þjórsá sem fylgdust með ísrekinu og lögðu mat á hvort að það væri að verða það mikið að það þyrfti að gera sérstakar ráðstafanir. Við erum stödd hérna í ísgæsluturninum og þetta var alltaf verið kallað ísakot. Það fer á stað einhver jaki að jakar og þeir fara á hann næsta og þrepa þrepi og enda svo hérna í miklu magni. Það bara einfaldlega það að það bara stíflast. Það ekkert flóknara en það. Ef það fer á mikill ís inn. Þá gerist það að stöðin stoppar og fær ekki vatn. Og það voru hönnuð sérstök mannvirki hér, ísmannvirki uppi við inntakið. Vatninu helst hreinu átti að hleypa inn að vélinni og svo kom ísinn og hann var náttúrulega efstur í efsturás og átti að hleypa honum fram hjá þessu lokumannvirki og niður í þarvegi árinnar aftur. Og svartsýnin var mikil hjá mörgum jafnvel mönnum með talsverða reynslu af vatni. Ég man eftir orðinu grunnstingull sem eitthvað fyrirbæri sem myndast í vatninu, ís sem hleðst upp og það voru miklar fyrirsagnir í Þjóðviljanum að grunnstingullin myndi gera Búrfellsvirkjun gjörsamlega óstarfhæfa. En það var líka þá til þess að menn lögðu meira á sig til þess að afla þekkingar sem ekki var til áður. Þannig að síðustu árin sem að þetta var rekið þá bar ekki mikið á því að ísrek hefði áhrif til tafa. Þannig að það lærðist mikið af því. Það var mikil hreyfing á fólki. Þegar ég kem hérna, þá ég starfsmaður númer 1700. Og ef ég man rétt, þá held ég að farið yfir 3000 starfsmenn sem komu hérna að þessari framkvæmd. Einhvern tíðan töldust okkur til að inni þarna 40 konur og að jafnaði svona 800 menn. Karlmenn. En mest var þarna sumarið 68, þá fór þetta alveg í 1200 í smá tíma. Þá bjuggu menn jafnvel í tjöldum.
Þetta er einstakt í byggingarsögu og allri vinnusögunni fyrir utan að síldarævintýrið á Siglufirði og annað þess áttar. En hér, það stóð í ákveðin tíma á sumrun, en þetta er margra ára prósekt með svona margt fólk hér í óbyggð. Þannig að þetta er stórt mál þannig líka og lærðist margt af þessu bæði fyrir stéttarfélögin og verkmennt almennt. Þetta hefur auðvitað líka áhrif út í þjóðfélagið, segir sig sjálf. Ég veit ekki hvað við vorum margar í ræstingunni, það er ég sem við höfum verið minnst að varst í 8 eða 10. Þetta var bara ótrúlegt af húsu sem þurfti að fara yfir og það var náttúrulega allstaðar sandur þarna, það var ekki stingandi strá og barst mikið inn og fauk inn ef að veðrið var þannig. Og svo náttúrulega gengur menn misvel fóru kannski bara inn allt á stígvélunum, þannig að það var nóg að skúra og skrúpa. Og það var hvert einasta herbergi þrifið á hverjum degi, jafnvel þó að svæfi þar inni menn. Maður læddist bara Það þótti nú, það er gott viðskiptatækifæri að selja mönnum góðstrykki og annað. Bæði Kaupfélag Árnesíng og Kaupfélag Höfn settu upp útibú hérna. Ef maður gæti ekki borða hádegismatinn, þá fór ég gjarnan út og keypti mér bara nokkur rá egg og drekk úr þeim. Ég byrjaði hérna 1968 og eins og þá var hálfblankur og var að byrja að búa og vantaði pening og hér var þetta að hafa fullt af peningum. Ég var bara hérna bílstjóri á gánabíl hérna og kranabíl hérna og hífa menn hérna inn í göngum og svona. Það sjálfsögður alltaf gangnagerð er alltaf hættuleg. Þú veist aldrei hvenær getur skeð eitthvað í göngum. Þau geta fallið saman og hrun. Maður hugsaði ekkert svoleiðis. Hvort það er hættulegt eða hvað. Og aldrei fengi innilokunarkennd eins og margir sem að fara inn í svona göng. Fá innilokunarkennd og geta ekki verið inn í göngum. Fegnast þeir að koma út og komast jafnvel ekki inn aftur. Það var ekki konið þessi borvagnar og þetta eins og við komið í dag. Þetta var alltaf handbúrum. Það var röff fyrir kallana sem voru að bora. Menn gera eitthvað áætlanir svona tryggingafræðilegar áætlanir hvað munir margir farast í slysum við svona verkefni. Ég held að það verið gert ráð fyrir að það myndi fara hérna 12 manns. Því miður, þá fórst einn. Það var mjög margir hérna hættulegi vinnustæður og innan svæðisins. En ég held bara að menn hafi verið meðvitaður það og farið varlega. Farið að setja reglum og passa sig. Svo er skemmtilegt til þess að hugsa á þessum árum að þá lítu margir svo á að það væru síðustu forvöð að nýta vatnsaflið vegna þess að kjarnorkan væri þessi nýja tækni handan við hornið sem myndi ryðja öllu öðru úr vegi. Að öll álver framtíðarinnar yrðu knúin með kjarnorku en ekki vatnsafli. Það var mikil ofurtrú á kjarnorkunni. Menn voru ekki búin að fá þá reynslu eins og síðar kom upp hvað kjarnorkunni fylgdi. Það var engin vafi á því að kjarnorkan eins og þá lá fyrir, hún var ódýrari. Og þetta tók á sig þær myndir að menn ætluðu til að mynda hér heima að setja upp litla kjarnorkustöð í Vestmannaeyjum sem átti að sjá Eyjamönnum fyrir rafmagni til lýsingar og hita húsin og jafnvel að eima sjó sem neysluvatn fyrir Eyjaskeggja. Sá kjarnakljúfur sem að var nú komið tilboð í, hann hefði líklega verið settur upp
á þeim slóðum sem að fóru undir hraun í Heimaeyjagosinu og hefði gert það eldgos jafnvel enn áhugaverðara heldur en það þó varð. Þessi sjónarmið, þau koma mjög oft upp í umræðunni á þessum tíma og þá vitnað til erlendra álfyrirtækja sem stjórnvöld voru í viðræðum við að álverið í Straumsvík yrði síðasta álver í heiminum sem knúið yrði með vatnsafli. Þetta sko 69 í júlí sem ég kem hingað og þá var verið að loka túrbínuhúsinu á vél númer 1. En það var svolítið kostulegt umhverfi að koma inn í hér því að hjá verktakanum og útlendingunum sem að þar réðu þá eiginlega var umsögnin sú íslenskt verkafólk og sérstaklega fagmennina að það væri lítið sem ekki tækt að nota þá annað en í snatt. Þar starfa ég með Svíum sem höfðu yfirumsjón með samsetningunni. Við fundum mjög fljótlega að við vorum ekki alveg jafnir þeim. Þeir vildu nota okkur sem svona aðstoðamenn. Það voru Þjóðverjar hér frá Krupp með harðar yfirlýsingar að hér væri ekki til suðumenn. Síðan voru þarna Japanir sem fylgdust með vélarsamsetningu og rafalasamsetningu og þeir urðu einhvern veginn meiri vinir okkar Íslendingana heldur en Svíana. Og það leið ekkert langur tími að við settum kröfur það að við innum þarna til jafns og það var svo gert með fundarhöldum, Landsvirkjunar. Menn komu að þeim fundi og eftir það þá batnaði nú það samstarf allt saman. Það þurfti heilmikið til þess að efla trú á því að við hefðum fólk sem að gæti gert þetta og væri fyllilega samanburðarhæft við aðra góða fagmenn annar staðar frá. Svo var náttúrulega Finnar og Þeir voru svolítið bróðari. Já, þeir voru svolítið bróðari. Það kom fyrir að þeir dróðu upp hnífa þegar það var verið að drekka brennivín og halda svona partí. Já, þeir kunnu einhvern veginn að nota og þannig að þeir voru ekki notað til að drepa menn heldur rispa á. Þeir héldu þannig á þeim að bara stóð ótturinn út. Það voru bara milli Svíana og Finnana. Og svo var Lucy-hátíð. Þetta var bara sænskur siður og það var sem sagt eitthvað svona kerti og stemming og svo ball á eftir. Það var nú upp frá þessari Lucy-hátíð sem við höfum verið saman, sem var í byrjun desember 68. Já, ég náttúrulega hér uppalinn og já, ég veit það ekki, það einhvern veginn kom lítið annað til greina heldur en að setjast hér að. Það var vinnu að hafa hérna í virkjunum, þannig að maður þurfti ekki að kvíða því að geta séð sér farborða. Já, þetta hús hafði verið uppalega í Írafossvirkjun, þetta danskt einingahús, flutt síðan í heilu lagi upp í Búrfellsvirkjun þar sem það gegndi sínu hlutverki sem íbúðarhús á byggingartímanum. Og sem sagt, við keyptum það þarna fyrir skyldusparnaðinn, þegar keyptum okkur og fluttum það hingað og byggðum svo við það setna svona einhvern tímann 82. Efnahagslega hafði þetta mikil áhrif. Þetta setti nýjar stoðir undir atvinnulífið. Menn höfðu lengi haft af því áhyggjur hér að atvinnulífið væri of einhæft. Sjávarútvegurinn var vissulega og öflugur en svipull sjávarafli eins og segir og efnahagslífið fylgdi mjög gjarnan þessum sveiflum sem verður sjávarútvegi upp og niður. Tímabil miðjan 7. áratuginn mikill uppgangstími í íslensku atvinnulífi, sérstaklega í sjávarútveginum og þó einkum í síldveiðunum sem skiluðu mjög miklum tekjum og sköpuðu mikla vinnu.
Enda var það þannig að þegar framkvæmdir við Búrfellsvirkjun byrjar að þá var það oft vandamál að fá fólk til starfa. Og það hefði verið rætt það að þegar að framkvæmdir færu í fullan gang að þá yrði mögulega að grípa til þenslu sláandi aðgerða til þess að koma í veg fyrir að það yllu ofhitnun í hagkerfinu. Þá gerist það sem að engan hafði órað fyrir að síldin hrynur. Því fylgir kreppa, fjölda atvinnuleysi og ýmis vandamál í efnahagslífinu. Og þá kom sér vel að þessi framkvæmd, sem sumir höfðu talið að myndi verða hagfræðilegt vandamál, varð ofboðslega mikilvæg búbót á mjög erfiðum tímum í íslensku efnahagslífi. Þannig að það var mjög mikilvægt að fá fleiri stoðir undir okkar gjaldeyrisöflun og undir okkar efnahagslíf og þess vegna var þetta mjög kærkomið að fá svona fyrirtæki af þessu tagi inn í landið. Í ausandi rigningu orkuverið vígt hinn 2. maí 1970. Vélar þess eru stöðvaðar eftir næstum 1 árs reynslutíma. Það var auðvitað stór stund þegar að fyrsta vélin í Búrfelli var sett í gang. Kristján Eldjárn, forseti, hann þrýsti á hnappinn og menn biðu milli vonar og ótta hvort vélardynurinn færi ekki að heyrast og allt færi í gang, sem gerðist. En svo gerðist reyndar meira því að 3 dögum síðar byrjaði Hekla að gjósa. Og þá var verið að gantast með það að Kristján hefði leið með því að ýta á hnappinn sett Heklu í gang. Það hefði bara tekið svolítið langan tíma fyrir strauminn að komast alla leið yfir í Heklu. Þetta var dálítið ógnvekjandi tími, sko, þessi. Það var allt svo kolsvart, sko. Og það bara var þykkt lag á öllum þökum og náttúrulega bara eins og teppi yfir jörðinni. Auðvitað fór maður að hugsa þegar maður var í þessu myrkri, það var alveg dimmt. Þá fór maður að hugsa hvernig leið íbúunum sem hérna voru með kerti eða grútalampa vissu ekkert hvað var að gerast, sáu ekkert og vissu bara af andskotanum og öllu slíku. Þetta hlýtur að hafa verið alveg skelfilegt fyrir það fólk. Og það var verið með alls konar ágiskanum hvað bara gengi á og Gunnar kom inn og sagði, það er bara að byrja Hekluglós. Nei, það gat nú ekki verið, hún var bara það var eitt að taka niður í honum en þeim datt jafnvel í hug það geti verið heimsendir. Það var eiginlega frekar heldur en Heklugós. Það var nú svo merkilegt. Þannig hagaði til á gosstöðvunum í Skjólkvíum að þangað var tiltölulega auðvelt að komast á bifreiðum. Þetta var kallað túristagos, enda mátti þegar fram í sótti aka fast að hraunjaðrinum og virða fyrir sér eldsumbrotin úr lítilli fjarlægð. Umferðin þarna fyrstu dagana eftir að gosið hófst var meiri en veikbyggðir vegirnir þoldu. Urðu þeir fljótlega eitt forarsvað. Svona var umhorfsaustur þar fljótlega eftir að umferðin að gosstöðvunum hófst. Menn ræða oft Búrfellsvirkjun í tengslum við svona efnahagssögu og iðnaðarsögu landsins. Menn gleyma því oft að virkjanarsagan íslenska og hún nátengd samgöngusögunni. Vegna þess að allar virkjanaframkvæmdir þær fela í sér nýjar áskoranir í samgöngumálum. Með hverri virkjuninni þá stækka vélarnar, stækka túrbínurnar sem þarf að flytja á vegakerfinu. Það koma nýjar og enn stærri vinnuvélar og alltaf kallar þetta á nýjar framkvæmdir, nýjar vegatengingar, stærri brúarmannvirki og þar fram eftir götum. Ég held að þetta hafi gjörbreytt öllu á þenn tímapunkti. Hér var lagður nýr vegur og nú svo náttúrulega var hér byggt félagsheimilið fyrir það sem að inn kom
af virkjuninni og þetta náttúrulega var mikið lyftistöng fyrir sveitafélagið. Við framkvæmdunum við Búrfell gerist það líka að stór hluti landsins opnast hreinlega í fyrsta sinn fyrir almenningi. Svæði sem höfðu í raun verið lokuð vegna samgönguleysis. Ég man þegar ég kom hérna fyrst, þá fannst mér þetta rosalega mikið leiðumörk. Það var bara allstað hversu maður leit, bara auðn. Það hefur verið sá þarna mjög víða lúpínu. Hún er farin, það er komin íslenskur bara frumgróður í staðinn, birki, grávíður og síðan hefur plantað mjög mikið að trjám hérna, þannig að það er gjör ólíkt landsvæði að koma þetta núna heldur en var þá. Menn spyrja sig oft hvers vegna var ekki virkjað fyrr í Þjórsá og vísa þá til þess að strax í upphafi 20. aldar voru komnar fram virkjana hugmyndir Einar Ben og aðrir slíkir fjárfestar. En ég vil svona spurningunni við og segja hvernig gat þetta gerst þó þetta snemma? Vegna þess að framkvæmd af þessari stærðargráðu í upphafi 20. aldar á Íslandi, hún hefði að öllu leyti verið í höndum útlendinga og alveg óljóst að hvað miklu leyti þekkingin hefði orðið eftir í landinu. Og í framhaldinu þá eru allar virkjanir eftir þetta. Þær eru mannaðar að miklu leyti af Íslendingum. Bæði vélarsamsetning og svo byggingarverktakar. Það sem kannski fylgdi þessu, það kom meira sjálfstraust í ákaflega stóra hópa fagmanna. Við vorum nefnilega með mikla minnimáttakennd alltaf. Við höfum kannski lengi verið alltaf gagnvart útlendingum. Ég held að hún hafi minnkað stórlega við það að við komumst inn í framkvæmda vinnu að þessari stærðargráðu. Ég er ekki að segja að menn eigi að farast af monti, en menn verða að treysta á sjálfa sig. Það var svona landnema hugsunarháttur í kringu þessa framkvæmda alla. Svona pæjónýr hugsunarháttur og það skapaði mjög skemmtilegan anda og skemmtilegt andrúmsloft í fyrirtækinu og í kringum allar þessar framkvæmdir. Og oft verið erfiðleika að etja þá voru þeir bara til þess að sigrast á.